Góðan daginn, gaman að vera með ykkur í dag. Það sérstaklega gaman fyrir mig að hafa fengið þetta verkefni að standa hérna fyrir framan ykkur í dag og fara yfir aldamótakynslóðina og upplifunina fyrir hönd WOW Air. Ég nýi gæinn hjá WOW, by the way, það voru einhverjir sem sá eitthvað misjafnt út úr þessum titli, það var ekkert illt meint með honum, hann algjörlega fair. Ég nýi gæinn hjá WOW. Þannig að ég fekk bara frábært tækifæri til þess að læra og kynna mér hvað það sem að WOW hefur gert sérstakt hvað varðar aldamótakynslóðina og það ýmislegt. Ef við byrjum bara örstutt á þessari vaxtarsögu, hún náttúrulega mögnuð og þetta ástæðan fyrir því að það líf og fjör hjá okkur, hjá WOW. Við erum komin úr 2 vélum 2012 upp í 24 vélar á þessu ári og það líf og fjör þegar að það gert. Þessi vöxtur borinn upp af ákveðinni kynslóð og við sjáum það ágætlega á þessari mynd hérna. Það vantar náttúrulega litin á myndina. Jæja, við sjáum hérna að þegar við förum yfir kynslóðunar og aldur farþega okkar að tæplega 50% af farþegum WOW Air á aldamótakynslóðinni. Og þetta engin tilviljun. Við getum skoðað líka, eru farþegar bara almennt séð svona rosalega ungir, þessi sem að fljúga hérna í gegnum Dubai, norðursins, Keflavík? Nei. Við sjáum, ef við berum saman WOW versus markaðinn til Íslands, að það töluvert yngri hópur sem að sækir í að ferðast með WOW Air. Ég veit að þið eru núna öll að hugsa sem eruð ekki af aldamótakynslóðinni. Vá, ég hipp og cool, ég ferðast með WOW. En það verður að taka það fram að þessi samsetning farþega aðeins öðruvísi fyrir Ísland, sem kannski eðlilegt á heimamarkaði. Hún aðeins flatari kúrfan þar. En hver þessi aldamótakynslóð sem við erum að tala um? Ágætt að byrja að skilgreina svona mynstrin sem við sjáum í þessari kynslóð og það hefur ýmislegt verið sagt hana, bæði gott og slæmt og svona ákveðin munstur sem eru talin einkennana eru að hún sé sjálfhverf, löt, gráðug og óöguð. Þið bara stoppið mig á aldamótakynslóðinni ef þið viljið ekki halda áfram. Hún telur sig eiga rétt á einu og öðru án þess að vilja hafa fyrir því, á erfitt með að einbeita sér að einu í einu, ótrú og ber ekki endilega virðingu fyrir öðrum. Þegar maður var búinn að fara yfir þetta, þá það svo gaman að þessum munstrum og að finna munstur í mismunandi hlutum. Þá fór maður að hugsa, hvaða kynslóð það sem við erum virkilega að tala um hérna? Og hvaða flugfélag? Mig langar að lesa aðeins fyrir ykkur úr blaðagrein sem birtist fyrir nokkrum áratugum. Fjörið byrjaði strax eftir flugtak. Gítararnir teknir fram og nýjustu rocklögin sungin í kór. Ókeypis konjak, WOW Air býður ekki upp á ókeypis konjak en þið getið keypt ýmislegt borð hjá okkur. Eyðilagði ekki stemninguna eða eins og ónafngreind flugfreyja komst á orði, það var partystemning frá flugtaki til lendingar. Skemmtunin fór þó nokkrum sinnum úr böndunum. Eitt sinn fann flugfreyja til dæmis par allsnaki við íþróttaiðkun undir flugteppi. Það voru engin snjalltæki að trufla þar. Og í annað skipti var uppi fótur og fit þegar allsnakin Amerikani hljóp sér til skemmtuna fram og aftur í flugvélinni. Við erum svolítið að tala um loftleiðir. En í kringum 1970 flutti það flugfélag farþegi massavís á milli Norður-Ameríku og Lúxemborgar, en langflesti farþegana tilheyrðu hippakynslóðinni. Lúxemborgarbúar voru ekkert sérstaklega hrifnir af þessum skrautlega hóp sem streymdi út úr vélunum og lagði undir sig flugstöðun og næsta nágrenni og stundum slógu þessir hippar upp tjaldbúðum á snyrtilegum grasflötum í grennd við flugstöðuna og kölluðu Íslendingarnir í Lúxemborg flugstöðasvæðið jafnan Hótel Gras. Ef við hugsum aðeins þetta og hvernig ég var að lýsa aldamótakynslóðinni rétt áðan, hvaða lýsingarorð notuðu við? Sjálfhverf, löt, gráðug, óöguð, telja sig eiga rétt á einu og öðru, erfitt með að einbeita sér, það gætu verið aðrar ástæður fyrir einbeitingarskortinum hjá þessari kynslóð heldur en
aldamótakynslóðinni og ótrú og bera ekki virðingu fyrir öðrum. Þannig að kannski erum við dálítið með þessum lýsingarorðum einfaldlega að lýsa ungdómnum. En það er margt algjörlega frábært við aldamótakynslóðina og munstur sem að það er engin spurning að VR hefur nýtt sér beint og óbeint í sinni markaðssókn. Þessi kynslóð ólst upp með internetinu. Eru þessir digital natives. Stefna VR er að sala fara mestu leyti fram á stafrænum miðlum til að halda niður kostnaði og geta boðið upp á sem allra lægst verð. Þessi markaðsáhersla og okkar markaðsáhersla hefur aðalega beinst að netinu með það að markmiði að hámarka nýtingu á markaðsfé. Og það náttúrulega talar mjög beint til þessara kynslóðar. Peningar skipta þessa kynslóð ekki öllu máli. Upplifun er hins vegar mikilsmetin. Þau vilja ferðast, en ekki bara til þess að ferðast. Þau vilja sjá heiminn. Þau vilja fara til landa sem eru eins ólík þeirra heimalandi eins og mögulegt er. Og þegar maður horfir á aldurssamsetninguna á farþegum VR og árangur Íslands sem áfangastaðar, að þá sér maður ákveðið munstur. Þetta er ekki tilviljun. Ísland er allt öðruvísi heldur en heimahagar flestra okkar farþega og þeir eru að sækjast eftir því. Þau eru frjálslynd, þau hafa opinn huga, eru bjartsýn og fordómalaus og það er eitthvað sem hefur alla tíð verið lögð mikil áhersla á í markaðssókn VR og hvernig við bara einfaldlega komum fram og tölum. Við tökum okkur ekki sjálf of alvarlega, við erum létt og reynum að koma til móts við viðskiptavinina á hans level. Og þau eru óhrædd við mistök og að prófa nýja hluti. Og fyrir fyrirtæki sem að fara inn á ótal marga nýja markaði á hverju einasta ári og vex með þessum hraða, þá er náttúrulega ótrúlega mikilvægt að sækja á markhóp sem er tilbúin að gefa okkur séns. Af því að það er alveg séns að leggja fríið sitt undir á nýjan aðila á markaði. Þannig að þetta er ákveðin munstur sem að við höfum nýtt okkur markvisst allt frá stofnun VR. Aldakarinn kom vel inn á samfélagsmiðlana og VR hefur verið framalega í því allavega að flugfélögum að nýta sér þessa samfélagsmiðla og í rauninni að svona komast snemma inn í þær öldur sem að birtast þar. Við urðum til að mynda fyrsta flugfélagi til þess að fara inn á Tinder, eins og sjáum á hér. Og það er ekkert rosalega auðveld ákvörðun fyrir hvaða fyrirtæki sem er að fara inn á Tinder, inn á stefnumótasíðu. Og þessu fylgdi vissulega ákveðin áhætta og það var erfitt að sjá fyrir hver viðbrögðin yrðu. Reynsla okkar var hins vegar að við áttum stórskemmtilegar samræður við skemmtilegt fólk í gegnum þennan miðil og það sem að gerðist líka var að uppátekið rataði í fréttir og úrvarð mjög bara verðmæta umfjöllun fyrir okkur sem að kynnta okkur á nýjum markaðssvæðum. Við vorum eitt af fyrstu flugfélögum til að fara á Snapchat og það voru 2 ástæður fyrir því. Annars vegar, Snapchat var að verða gríðarlega vinsælt hjá þeim hópi sem við vildum ná til og Snapchat bauð líka upp á framleiðslu sem var einföld og ófullkomin og það var óþarfi að klippa til efni og svoleiðis sem að hentaði okkur mjög vel vegna þess að við höfum lítinn markaðspenning á milli handana. Þannig að með því að koma snemma þar inn, ná til nýs hóps með tiltölulega hagkvæman máta, náðum við ótrúlegri dreifingu í rauninni. Og það vill svo skemmtilega til síðan að eldri kynslóðir eins og Alda kom líka inn á fylgja oft þeim yngri inn á samfélagsmiðlana þannig að hægt og bítandi eru að ná til breiðar og breiðari markhóps í gegnum þessa nýju miðla. Markaðsstefnan er sem sagt að leggja ríka áherslu á að hafa vá í öllu því sem við gerum ásamt léttleika í markaðsefni í því skyni að aðgreina vá frá samkeppninni. Einstök rödd fyrirtækisins endurspeglar hvað við stöndum fyrir í öllu sem við gerum og hjálpar okkur þannig að mynda persónuleg tengsl við fylgjendur og gesti okkar.
Og við skulum kíkja aðeins, við erum búin að tala mörg munstur, allt frá Tímon til Bergs til Öldu í dag. Við skulum kíkja á hvernig hægt að setja saman þessi munstur í nýjustu herferðinu okkar. This summer, we need your help to create the first ever WOW Air travel guide. We are now accepting applications for a 3-month paid summer job where you will move to Iceland and work as a content creator/travel guide for WOW Air. And yeah, we don't just want you alone. Oh no. We are looking for one dynamic duo, possibly you and your best friend, to pack up, move to Iceland for 3 months, and start flying to as many WOW Air destinations as possible throughout the summer. We're talking Iceland, New York. For each destination, you will be creating a travel vlog where you will rate cities for food, nightlife, activities, hospitality, and most importantly, the budget friendliness. So pick up your camera and call your travel buddy, because the only application we accept is a video travel guide of your hometown. Hversu mörg munstur sem við erum búin að tala í dag koma saman í þessari herferð? All the way from Tímon, and your example about the girl that simply outsourced her work. Well, we're outsourcing the content creation here. Content, efni. Við erum heldur betur að láta framleiða efni hérna. Á fyrsta sólarhringnum eftir að þetta fór út, voru komin 1000 myndbönd sem umsóknir inn til okkar. Og það 2 vikur eftir núna af umsóknarfrestinum, þannig að endilega sendið inn content. Þetta allt content sem verið að dreifa út allan heim. Fólk að dreifa til vina sína, að sjálfsögðu dreifa því sem að þau senda inn sem atvinnuumsókn sumarjobb á Íslandi við að búa til content til vina sína og allir að tala WOW Air. Við getum farið yfir nokkra tölur í þessu. Það voru tæplega 600.000 einkvæmar heimsóknir á síðuna fyrstu vikuna. Það eru þúsundir sem hafa sótt starfið nú þegar. Umfjöllun þetta starf hefur birst í miðlum allan heim, Mashable, Lonely Planet, Ladbible, Daily Mail, ABC News, Fox News, Now This, og bara á þessum seinasta, Now This, að þá var myndbandið fylgdi fréttinni þar og henni var deilt 30.000 sinnum og 2,5 milljón búin að horfa á myndbandið, bara í gegnum þá einu birtingu. Það kostar aðeins meira heldur en 50 skall, en ekki rosalega mikið meira. Sama stærðargráða. Ok. Hvaða tala haldið þetta sé? Þetta meðalaldur starfsfólksins okkar í sumar. Og ég svona rétt að detta í fertugt og mér líður eins og ég sé rosalega gamall þarna inni. Enda er ég venjulega, og bara ef ég labba inn í markaðsdeildina hjá mér, að þá er ég strax myndur á það. Tommi, þú ert miðaldra hvítur karlmaður. Þú veist, ekki kommentar of mikil. Það alveg ljóst af þessari meðaltalstölu að töluvert stórt hlutfall af starfsfólkinu okkar akkurat af aldamótakynslunni. Og Jónína, mannauðsstjórinn okkar, hún laumaði með nokkrum mólum það hvernig að vinna með þessari kynslóð. Eitt af því sem við höfum lært að þau ekki í vinnu út af bara laununum. Þau vilja frekar vera í vinnu af ástríðu, heldur en betur borgandi starfi sem leiðilegt. Sveigjanleiki þeim mjög mikilvægur og þau leggja mjög mikla áherslu á það og eru tala hátt það að þau vilji sveigjanleika. Og það sem að WOW Air hefur gert líka frá byrjun að leggja mikla áherslu á góðan starfsanda. Á það að starfsmennirnir séu partur af liði. Þau tilheyra einhverju stærra heldur en bara sinni deild, sínum hóp. Þau eru partur af WOW-teyminu. Og það gerir það pínlítið sérstakt að vinna hjá WOW Air.
þegar við erum að sækjast eftir fólki, þá auðveldast fyrir okkur og langhagkvæmast og best að fara í gegnum samfélagsmiðlana. Mun effektífara heldur en hefðbundna miðla. Þegar þau koma í viðtöl, að þá skín sjálfstraustið af fólki af þessari kynslóð. Þau eru rosalega meðvituð réttindi sín, bæði hvað varðar vinnutíma, lífeyrisréttindi og annað slíkt. Og jafnvel í sinni fyrstu vinnu, að þá velta þau mikið fyrir sér hvað vinnustæðurinn ætlar að gera fyrir þau. Og Jónína bætti við, ég skrifaði það ekki niður, en hún bætti við, stundum þannig að henni eiginlega nóg sko. Í ákveðnum störfum erum við með fólk í sínum fyrsta alvöru starfi. Það líka talsvert veikindi. Við vitum ekki hvort það sé bara tengt unga fólkinu eða hvort það sé kynslóðin. En svona skemmtilegt dæmi sem var ekki skemmtilegt á þeim tíma var að á morgni nýársdags og þá melduðu sig 25 flugliðar veikir. Þannig að ekki bara rósi myndin að þessari kynslóð. Þessi kynslóð hefur upp til hópa mikið sjálfstraust eins og við töluðum Þeim var kennt frá unga aldri að þau væru sérstök og engri kynslóð hefur líklega verið hrósað jafn mikið og þessari. Og við finnum alveg fyrir þessu. Það algjörlega skýlaus krafa frá þessari kynslóð eins og Tímon kom inn á áðan að henni sé hrósað. En við erum svo heppin að við erum með frábært teymi og það svo margt sem við getum hrósað þeim fyrir. Þannig að við erum algjörlega óspara á það hjá VÁ. Og okkar reynsla líka að með skýrum ramma og skipulagi og miklu hrósi að þá hægt að nánast takmarkalausu út úr þessum hóp. En hvað svo? Ef við horfum á þessa kúrfu hérna vinstra megin við 22 árin. Þarna setakynslóðin og hún komin sem farþegar hjá okkur. Þetta þegar orðin stór hópur af farþegunum okkar og hún að koma líka sem næsta kynslóð af starfsmönnum. Við erum bara í sumar að fá fyrstu starfsmennina af þessari setakynslóð inn hjá okkur. Hvað það sem einkennir hana? Það svo gaman að velta þessu fyrir sér. Við höfum talað mikið og það hefur talað mikið aldamótakynslóðina, minna setakynslóðina. Og núna þurfum við að fara að horfa fram í tímann og hvar verðum við á morgun? Hvar verður markaðurinn á morgun? Það nokkrir punktar sem virðast einkenna þessa kynslóð. Þau gera kröfu að fyrirtæki bæti veröldina. Það risastór punktur og ég ætla að koma aðeins betur inn á hana á eftir. Vörumerkjadýrkun á útleið hjá þessari kynslóð. Þau eru kaldri við neytendur sem vita hvað þau vilja og hvernig á að nálgast það. Þau elska símann sinn en hata að talja. Kannist þið þetta hjá börnunum ykkar? Og þau búa til starf úr áhugamáli sínu. Vinnan ekki bara til að afla tekna. Og það kannski þess vegna sem að það eru fleiri að verða sjálfstætt starfandi atvinnurekendur. Við erum ennþá að læra hvernig við getum best tengt við setakynslóðina. En mér langar að deila með ykkur pínu persónulegri sögu það sem að ég tel að sé allavega eitt af þeim munstrum sem eftir að skipta miklu máli. Þetta Sandra og Snorri. Sandra 15 ára og þegar hún var 10 og háls þá kom hún heim og sagði, ég ætla að vera grænmetisæta. Allt í lagi. Við héldum að við værum rosalega smart foreldrarnir og þetta myndi duga í svona 2-3 vikur og eitthvað svona. Fínt. Sandra, þú verður grænmetisæta, við ætlum ekki að fara að elda tvíréttað og svoleiðis, þú bara sérðu þetta sjálf. Það liðin 4,5 ár, hún ennþá grænmetisæta. Og þegar það talað við hana þetta, byrjuðu við, af hverju gerðistu grænmetisæta? Ára númer 1 og fyrsta ástæðan algjörlega, það dýrin. Ég dýravinur. Það sem hefur síðan, þetta hefur þróast í gegnum árin. Og það sem kom inn svona árið 2 árum síðan, þetta miklu betra fyrir heiminn. Það svo hrikalega mengandi iðnaði kjötframleiðsla að það ættu allir að vera grænmetisætur. Og svo nýlega þá þriðja ástæðan komin inn. Þú veist að hinu tvennu, ég dýravinnur og þetta betra fyrir heiminn.
svo það bara einfaldlega líka hollara fyrir mig að vera grænmetisæta. Þannig að líklega eru þau pínlítið gáfari heldur en við, af því ég get ekki rifist við þetta. Þetta bara satt og rétt. En þau leggja alveg ofboðslega áherslu á það að gera heiminn betri. Og ég held að það sé eitthvað sem að við sem fyrirtæki, ef við ætlum að tengja við þessa kynslóð, verðum að taka dálítið áfram. Og þetta okkar leið til þess að gera heiminn pínulítið betri. Því ferðalög, þau skapa víðsýni, skilning og þannig getum við gert heiminn pínulítið betri með því að gera öllum kleift að ferðast. Takk kærlega fyrir.